Hvað á að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn? Hún skrípaleikur eða nauðsynleg framganga lýðræðisins? Þýðir höfnun að við viljum ekki borga? Við reynum að greina stöðuna með þeim Ólafi Páli Jónsssyni heimspekingi og Stefaníu Óskarsdóttur stjórnmálafræðingi hér rétt á eftir. En við fjöllum fyrst þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardaginn sem sáralítill áhugi virðist vera fyrir. Áður en Þóra ræðir við Stefaníu og Ólaf Pál sjáum við stutta samantekt Brynju Þorgeirsdóttur. Nú þegar hafa ríflega 1500 manns kosið utan kjörfundar en á kjörskrá eru ríflega 230.000 manns. Það sem kosið verður hvort Icesave-lögin hin nýju eigi að halda gildi sínu en þau veita ríkisábyrgð á lán frá breska og hollenska ríkinu. Lánið á að nota til að standa straum af greiðslum til þeirra sem áttu innistæður í Landsbankanum í Bretlandi og Hollandi. Lánasamningurinn hljóðar upp á að greiða skuli Hollendingum 1,33 milljarða evra og Bretum 2,35 milljarða sterlingspunda. Á gengi dagsins eru það samt 690 milljarðar íslenskra króna. Til frádráttar þessu koma greiðslur úr þrotabúi Landsbankans. Ekki liggur endanlega fyrir hversu háar þær greiðslur verða. Spurningin í atkvæðagreiðslunni sumsé hvort lögin sem heimila þennan samning eigi að halda gildi. Í kosningunni gildir einfaldur meirihluti, sama hver kjörsóknin og vægi atkvæða jafnt. Í könnunum Gallup hefur andstaða fólks farið hratt vaxandi síðan í janúarbyrjun þegar forsetinn synjaði lögunum. Kannanirnar benda eindregið til þess að lögunum verði hafnað á laugardaginn. Í þjóðarpúlsi seinni hluta janúar sögðust 2/3 ætlað að kjósa á móti Icesave-lögunum, 1/3 ætlað að kjósa með, 4% ætlað að skila auðu. Seinni hluta febrúar hafði andstaðan vaxið, tæp 74% sögðust ætlað að kjósa á móti, tæp 19% að kjósa með, en tvöfalt fleiri en áður eða tæplega 8% ætlað að skila auðu. Ekki hefur verið mælt hvort fólk ætli yfir höfuð að kjósa. Lítil sem engin kosningabarátta hefur verið háð. Kynningarefni sem á að vera hlutlaust ætti þessar mundir að vera berast inn lúgur landsmanna. Þar segir afleiðingar þess ef meiri hlutin samþykkir lögin. Icesave-samningarnir taka gildi og Íslendingar greiða samkvæmt þeim. Óvissuþættirnir eru hins vegar hversu mikið fæst úr þrotabúi Landsbankans og þróun gengis, hagvaxtar og annara aðstæðna hér á landi. Ef meirihlutin segir nei, taka samningarnir ekki gildi og uppgjörið enn óútkljáð. Óvissa ríkir hvaða ákvarðanir Bretar, Hollendingar og íslensk stjórnvöld taka þá og hversu mikið fæst úr þrotabúi Landsbankans. Já, og hingað til okkar eru komin Stefaníu Óskarsdóttir stjórnmálafræðingur og Ólafur Páll Jónsson heimspekingur. Ólafur, þú hefur skrifað heilanga grein svona aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu, má segja. Stóra spurningin sem liggur eiginlega í loftinu þessi, hvað þýðir þessi atkvæðagreiðsla? Já, ég veit það ekki. Nei, veit það einhver? Sko, ég held að það er svo margt breytt frá því að lögin voru samþykkt á Alþingi að mér finnst svona forsendurnar eiginlega brostnar, sko. Að sömu leyti, sko. En væri þá rétt að fella þau úr gildi og væri það að fella þau úr gildi og þar með sleppa þjóðaratkvæðagreiðslunni, væri það þá samt ekki þannig að við værum svona að hefta lýðræðið að einhverju leyti? Sko, við höfum þessa reglur, sko, sem segja að ef að forsetinn samþykkir ekki lögin þá að vísa þeim í þjóðaratkvæði og ég held að við eigum að halda okkur við sko stjórnarskrána og fylgja þeim lögum sem eru í landinu, hvort sem að okkur finnst það heppilegt eða ekki og sumpart var þetta fyrirsjáanlegt, held ég, sko, eða kannski var þetta bara algjörlega fyrirsjáanlegt að sko þessi staða myndi koma upp en þess vegna finnst mér sko raunin afar óheppilegt svona fyrir lýðræðisþróunin í landinu að þessi staða skuli vera núna með þessa yfirvofandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Má ekki einmitt segja það, Stefaníu, og kannski taka undir með bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra sögðu það var kannski svolítil synd að loksins þegar á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu beita þessu merkilega tæki þá séu menn svona í vafa það hvort þetta skiptir einhverju máli. Sko, þetta náttúrulega svo margflókið og við upphafið júní samkomulagið sem að ríkisstjórn Íslands gerði við Breta og Hollendinga
Við það voru gerðir fyrirvarar sem Alþingi samþykkti. Við þurftum að semja þetta við Breta. Þeir féllust ekki á alla fyrirvarana en þó einhver á þess vegna að breyta þessum lögum. Þetta komst ekki gegnum þingi í langa hríð, allt haustið, en svo endanlega í lok ársins og þá var þetta samþykkt eins og við vitum af meirihluta þingsins og þá grípur forseti Íslands til þess ráðs að undangenginni mikilli undirskriftarherferð að neita að staðfesta lögin og það í sjálfu sér mjög sögulegt vegna þess að þetta gerist bara þetta annað skipti sem þetta gerist. En með því að neita að undirrita lög í annað skipti þá forsetinn í rauninni að brjóta blaðið að segja að þetta ákvæði stjórnarskrárinnar að það sé hægt að vísa máli með þjóðaratkvæði að þetta virt ákvæði og þetta mun gefa seinni tíma forsetum aukið vald nema því aðeins að við Íslendingar komum okkur saman annað stjórnskipulag. En það hefur orðið heilmikið breyting á sem sé bara okkar þá stjórnskipan með þessari ákvörðun forsetans. En hún var auðvitað til þess að breyta líka pólitíkinni og stöðu Íslands í allir þessu samningaferli og svona hleypa málum allt upp í loft og hann má segja það og þetta núna viðurkennt af þeim sem fara fyrir ríkisstjórninni að þetta hafi orðið þess valdandi að betra tilboð hafi borist frá Bretum og Hollendingum og þar af leiðandi sé fyrri samningur ekki góður og þar af leiðandi ríkisstjórnin sjálf ekki að mæla með því að við samþykkjum þann samning og þess vegna stöndum við kannski frammi fyrir því að atkvæðagreiðslan haldin skrípaleikur. Það sé hlálegt að ekki einu sinni þeir sem samþykktu á þingi mæli með honum. Þú talar svolítið þetta í þinni grein sem þú skrifaðir þetta. Þessi svona tvenns konar sjónarhorn þar að segja annars vegar svona bara út frá lýðræðinu og okkar stjórnskipan og hins vegar þessari synjun sem svona leiki ákveðnu valdatafli. Mér langar aðeins til að sýna ykkur af því að Helgi Seljan fór niður á þing í dag og ræddi við fulltrúa allra flokka á Alþingi. Þeir eru ósammála því mati forsætisráðherra að þjóðaratkvæðagreiðslan sé marklaus þar sem hagstæðara tilboð liggi fyrir. Þeir eru sömuleiðis varkárir í yfirlýsingum hvaða þýðingu það hafi fyrir ríkisstjórnina ef samningurinn verður felldur. Þingmaður Samfylkingarinnar segir að það hafi verið misráðið að Icesave-samningarnir hafi ekki frá upphafi verið unnir í samstarfi allra flokka. En eins og ég sagði þá fór Helgi og ræddi við þingmenn allra flokka á Alþingi í dag. Nei, ég afar ósammála Jóhannu. Ég held að það skipti öllu máli að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Ég held að það skipti öllu málinu fyrir þjóðina að fá að segja álit sitt á þessum Icesave-samningum. Ég held líka að það skipti öllu máli fyrir málstað Íslendinga erlendis að við segjum stórt og mikið nei. Þá getum við styrkt samningsstöðu okkar enn betur. Ég hefði viljað leysa þetta mál óháð flokkadráttum. Eina manneskjan sem hefur stilt upp einhvers konar möguleika á stjórnarslitum forsætisráðherrann sjálfur. Við klárum þetta mál og svo sjáum við til. Þessi samningur ennþá á borðinu. Það engin annar samningur kominn og þess vegna sjálfsögðu hlýtur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla að fara fram. Ég hef alltaf lítið svo á að þetta Icesave-mál eigi að vera þannig fyrir utan, þannig að við eigum að leysa það saman. Við buðum upp á það aftur og aftur í stjórnarandstöðu að gera það. Því tilboðið var ekki tekið. Nú stöndum við bara frammi fyrir þessu. Þjóðin getur sagt nei. Og líf ríkisstjórnanna, það bara eitthvað annað sem við ræðum þegar það frá. Það mjög bagalegt að forsætisráðherra og fleiri stjórnarliðar segi það þetta sé marklaust þegar að Líf Búkat sjálfur sagði við forsætisráðherra að þetta væri okkar sterkasta vopn í samningsumleitanunni og það væri ekki gott að hringla með þjóðaratkvæðagreiðsluna hvorki að tala að hún væri marklaus eða frestinni. Og korteri seinna fer forsætisráðherra fram og segir hún sé marklaus. Þetta náttúrulega bara eyðileggingarstarfsemi á því starfi sem við verið að vinna þarna úti til að ná góðum samningum. Ja, við gefum okkur það að þetta fari eins og skoðanakannanir benda til. Hvað verður þá þessa ríkisstjórn? Já, ríkisstjórnin verður bara að taka ákvörðun það. Það hefur enginn farið fram á og þau segja af sér nema þau sjálf. Og kannski væri heppilegt ef að þeir sem hafa farið hvað mestum fram með hvað samningarnir eru glæsilegir að þeir myndu skoða hvað þeir gera í kjölfarið þessum kosningum. Þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega ekki marklaus en hún fer fram við svona býsna sérstakar aðstæður auðvitað því að það hafa verið yfirstandandi viðræður og komið fram betra tilboð heldur en verið að greiða atkvæði undir. Finnst þér þá að forsætisráðherra hafi gengið of langt með þessum ummælum sínum? Nei, ég held að
hún lýsir bara þessari sérstöku stöðu að það komið fram betra tilboð. Auðvitað væri það langbest ef að það tækist að ná nýjum samningi áður en að atkvæðagreiðslunni verði og að hún hafi þá með þeim hætti kannski orðið til góðs eða skapað eitthvað þrýsting á það að ná fram nýrri og betri niðurstöðu. Líf ríkisstjórnarinnar að veði í þessum kosningum næstu helgi? Nei, ég held að fyrst og fremst sé það auðvitað þá yfirlýsing þjóðarinnar gagnvart viðsemjendunum og svona ákveðin skilaboð til umheimsins hvað fólkin í landinu finnst þessa stöðu sem að við erum í og höfum verið sett í. Það hins vegar auðvitað þannig að Icesave-málið varð ekki til í tíðir þessara ríkisstjórnar. Kemur það ekki fram bara hugur þjóðarinnar einmitt til þessa samning sem nákvæmlega þessi ríkisstjórn gerði þetta mál, burtséð frá því hvort að þetta mál hafi komið til hennar í arf eða ekki? Jú, það þá algjörlega augljós andstaða við þá samningsniðurstöðu sem náðist í desember. Þá sem betur fer þegar komið fram betri kjör af hálfu viðsemjendana og það auðvitað fyrst og fremst bara verkefni ríkisstjórnarinnar að fylgja því eftir og í góðri samvinnu við stjórnarandstöðuna og ég held að það sé kannski fyrst og fremst það sem við höfum mátt læra í þessari milliríkjadeilu að það farsælast fyrir okkur til árangurs að standa saman hér innanlands gagnvart viðsemjendum. Þannig að það voru þetta í raun mistök að spila þetta á þann hátt sem þið gerðuð að halda þessu svona innan ríkisstjórnarborðsins fyrst og fremst. Það náttúrulega býsna augljóst að þær aðferðir sem að menn lögðu upp með í þessu máli, þær dugðu ekki til þess að ljúka því heldur strandaði það aftur og aftur, þannig að þær aðferðir voru augljóslega misráðnar. Já sko, ef það liggur fyrir betri samningur á borðinu sem að samhugur og eldri lögin þá fellur gildi, þá að sjálfsögðu þarf ekki að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Icesave ekki mál sem að þessi ríkisstjórn bjóð til. Þetta arfleið frá hruni fjármálakerfisins á Íslandi og bæði fyrri ríkisstjórn og núverandi ríkisstjórn hafa haft en eina starf að reyna að leysa úr málinu. En ekki fyrst og fremst að kjósa það hvernig þið leystuð úr þessari arfleið, hvort sem að einhver annar ber ábyrgð á henni per se eða ekki? Ég líti ekki svo á, því að við erum að leysa, við komum að ákveðnu stöðu á borðinu sem mjög flókin og mjög erfitt að leysa úr. Og það var leyst úr henni með þeim hætti sem að fólk gerði sitt allra besta við að leysa úr þeirra erfið stöðu. Svo ýmislegt sem gerist sem betur fer, sem að bætir vígstöðu og samningsstöðu Íslands. Þingmenn á Alþingi í dag, Ólafur, rangt að beita þjóðaratkvæðagreiðslu eða hugsana sem einhvers konar leik í valdatafli til þess að bæta samningsstöðu okkar? Kannski, já, að vissu leyti held ég mig kannski bara segja að það sé rangt. Það að segja að það rangt að setja máli þjóðaratkvæðagreiðslu með þeirri segjum réttlætingu að þetta sé svona hluti af lýðræðislegu ferli ef að það í rauninni bara svona partur í einhvers konar refskáp, hvort sem það innanlands eða við erlendi, sko. Alveg sem að hvaða málstæði það þjónar? Sko, ef að það þjónar ekki sem sagt, segjum málstæði lýðræðisins, ef svo má segja, þetta ekki partur í því að styrkja svona lýðræðislega skipulag og því svona lýðræðislega framgang stjórnvalda, þá einfaldlega, þá myndi ég segja, já, það rangt að gera eitthvað undir merkju lýðræðis, vegna þess einfaldlega það að gera eitthvað sem undir merkju lýðræðis sem ekki sko, til að styrkja lýðræðið, það grefur held í undan lýðræðinu. Og í þessu máli, sko, ég ætla ekki að fara að dæma það að það sé það sem að gerast í þessu máli. Að forsetinn til dæmis hafi bara hugsað þetta svona sem leiki einhverju svona refskák stjórnmálana og síðan gripi til réttlætingar á forsendum lýðræðisins. Ég ætla alls ekki að segja það. En það eru augljóslega sko tveir möguleikar í stöðunni. Við getum svona skoðað þetta annars vegar sem einhvers konar refskák. Já, ég meina Birgir Jónsdóttir sagði það væri fáránlegt að blása þetta af þegar formaður samninganefndarinnar búin að segja að þetta hjálp okkur. Og má segja það, Stefanía, að því að menn voru nú ekki alveg tilbúnir að segja af eða á með það hvort lífi ríkisstjórnarinnar fengi þarna stæði og fjalli með... Vitaskuld ekki og það sem við erum að horfa upp á náttúrulega óbúslega mikil spuni. Það verið að spinna hérna nýjan þráð sem þessi að
við séum einhvers konar samningaferli Breta og Hollendinga, þetta sé ekki, máli snerist kannski uppalega svolítið það að forystumenn ríkisstjórnarinnar, þeir sögðu hér samningur sem að ríkisstjórnin hefur undirritað við þessa aðila. Þetta er sá besti sem við getum fengið í stöðunni og við teljum að við höfum meirihluta Alþingis með okkur. Það reyndist síðan komið ljós að það var ekki meirihluti fyrir þessu máli vegna klofnings í röðum Vinstri grænna. Það náttúrulega sýndi veikleika ríkisstjórnarinnar. Undir venjulegum kringumstæðum þá hefði kannski ríkisstjórn farið frá við slíkar aðstæður en ekki þessu máli og vegna þess líka að við erum bara í mjög sérstökum aðstæðum. Það vill ekki fá stjórnarkreppu núna? Nei, og engin tilbúin til að taka við þessu framvís. Þannig að menn feta sér svona áfram. Á endanum fallast þingmenn Vinstri grænna sem voru á móti, nægilega margir, fallast á þessi frumvarpi Icesave, þannig að lögin færi gegnum Alþingi. En vegna þessa innri átaka, innri veikleika ríkisstjórnarinnar að þá myndast þessi miklu þrýstingur á forseta og tækifæri fyrir hann á vissan hátt að láta til skara skríða, að láta til sín taka, styrkja embætti forsetans og svo framvegis. Þannig að það er komið nýr leikur. Við upphaflega munum eftir því að forystumenn ríkisstjórnarinnar sögðu að þetta veri hræðilegt útspil á forsetanum, hérna myndi allt færa í vitleysu og enginn gat spáð fyrir líf ríkisstjórnarinnar eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan höfum við fetað okkur áfram og nú er spuninn sem er í gangi sá að þetta snúist í rauninni ekkert ríkisstjórnina, heldur Íslendinga gagnvart Bretum og Hollendingum og við verðum að standa saman og senda skýr skilaboð. Við erum öll sem einn núna, virðist vera, svona tala menn, með því að fella lögin úr gildi, það er mikilvægt. Eins og Birgitta segir og stjórnarandstaðan og reyndar virðist líka fjármálaráðherrann í kvöld verið að segja það í útvarpsviðtali. Það sé mikilvægt að fella þennan samning vegna þess að við okkur bjóðist betri kost. Hvað segir þú, Ólafur, bara út frá þínu rannsóknum á lýðræði og lýðræðisfræðum, ef lög sem að ríkisstjórn hefur, eða frumvarp sem að ríkisstjórn hefur komið í gegnum Alþingi, þar hafa þau verið samþykkt, ef þjóðin hafnar þeim lögum, hvað þýðir það fyrir viðkomandi stjórnvöld? Eru þið búin að glata umboðinni eða er hægt að einangra þetta mál? Ég held að það fari dálítið mikið eftir í hvernig málið er til komið. Ef að málið er eitthvað mál svona sem að er svona til komið á borðið ríkisstjórnarinnar, þá er þetta höfnun. Í þjóðaratkvæðagreiðslu augljóslega mjög alvarlegt. Þá er búið að segja við ríkisstjórnina svona bara nei við þeirra stefnu, En þetta Icesave-mál er ekki þannig til komið. Þetta er svona eitthvað sem að þessi ríkisstjórn fær í arf og svona situr uppi með að þetta er vont mál, það er allir sammála því. Þetta er þannig sé vondur samningur, það er enginn sem vill þennan samning. Menn líta á þetta svona sem neyðar, svona sem skásta kostin og þannig sé er þetta mál allt öðru, þannig að ég held að skipti máli hvernig málið er til komið. Ætlið að mæta Kirsten? Ég ætla að segja til. Jú, ætli ég fari ekki og segi nei. Þú nötrar ekki af spenningi en þú ætlar að mæta Kirsten? Má ég spyrja? Já, veistu, ég bara veit það ekki. Ég er ekki búin að gera þess með hvort að mér finnst þessi svona kosning, þjóðaratkvæðagreiðsla, hvort mér finnst hún einhvern veginn, hvað ég að segja, efla mig sem borgari í lýðræðislegu ríki vegna þess hvernig þetta mál er allt orðið, Mér langar aðeins bara bæta við, tíminn er þetta búinn, en þetta Icesave-mál er auðvitað grundvallarmál fyrir stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að ef það fellir þá er ríkisstjórnin sjálfsagt að hennar efnahagsáætlun og annað, það sé ekki lengur grundvöllur fyrir henni, þannig að hún stendur frammi fyrir því, sérstaklega ef engin annar samningur er í boði og hún þarf algjörlega að endurskoða alla sína nálgun hvernig endur þessu Ísland. Flottir. Kæra þakki fyrir komuna, Stefanía og Ólafur Páll.